Það heilmikið stuð og stemning framundan í Rangárþingi eystra komandi helgi. Þar sem að Tour de Hvolsvöllur fer fram laugardaginn 27. júní og á línunni Guðlaug Svansdóttir. Hún veit aðeins meira um þetta en ég. Hæ. Hæ, það hárrétt. Það ekki. Þessi hátíð, hún búin að vera í nokkur ár. Jú, hún búin að vera í nokkur ár og alltaf vaxandi og umfangjaði svona stærra ár hvert. Já. Þetta byrjaði ekki bara fyrst með þessari hjólreiðakeppni? Var svona mikil hátíð í kringum þetta þegar þetta byrjaði eða? Sko, þetta var nú fyrir allmörgum árum, þá var þetta. Svo datt þetta nú aðeins niður og svo tókum við þetta upp aftur fyrir nokkrum árum og þetta bara þótt hinn skemmtilegasta hjóla leið, náttúrulega Suðurlandsundirlendið. Algjörlega. Og þannig að þetta hefur farið svolítið vaxandi, já. Þetta hefst, við förum bara í dagskránna. Hvenær hefst þetta á laugardaginn? Herru, þetta þannig að laugardagurinn náttúrulega bara svona hátíðsdagur í Rangárþingi eystra en startið klukkan 7 frá Reykjavík. Það frá Ólís í Norðlingaholti og það 110 km leið og svo ræst frá Selfossi líka í Bíkó klukkan 8 og það 48 km leið og sá sem hefur hjólað hraðast þaðan rétt rúmlega klukkutíma á leiðinni. Frá Selfossi? Frá Selfossi. Já. Það mjög flatt og gott að hjóla. Já, nákvæmlega. En 110 km, þetta ekkert mál að hjóla þetta? Nei, þetta ekkert mál. Þetta rétt svona, já, flestir svona 3 tíma, pluss mínus. Og gaman þegar að fólk kemur í mark? Já, við tökum vel á móti fólki. Hér náttúrulega SS með höfuðstöðar og við erum með SS pilsur og grillum og erum svo með í ár kjúklingasúpu í boði fyrir alla og drykki. Tökum móti fólki hérna miðbæjartúninu og svo fá allir frítt í sund og eftir. Frábært. Við hefum alltaf verið einstaklega heppin með veður undanfarin ár og mér sýnist alltaf að vera líka í ár. Já. Þannig bara fínt hjólaveður. Þetta allavega spáir fínu veður helgina. Ekki spurning. Og góðum hitta þannig að fólk ætti nú að geta klætt í hjólabuxurnar. Já, þetta flott hjólaleið. Heldur betur, en skráning í sjálfa hjólreiðakeppnina inn á hvaða heimasíðum? Það inn á hjólamót.is að opna fyrir skráningu þar og það aldursflokkarskipt frá Reykjavík. Þannig að fólk getur nálgast öll gögn inn á hjá Bíkó frá Selfossi og svo hjá í bænum TRI niður á Suðurlandsbraut. Þannig að þetta bara allir að skella sér í hjólabuxurnar og á hjólið. Heldur betur. En svo það sjálf fjölskylduhátíðin og þetta heilmikil dagskrá allan daginn. Jú, þetta dagurinn bara alveg þéttur og rosa flott dagskrá hjá okkur. Við erum líka á svæðinu naflahlaup. Það hálfmarathon frá Hvolsvelli og inn að Smáratúni. Þá tekið hérna smá hringur fyrst og svo hlaupið inn á Smáratúni. Það líka 13 km leið og 5 km leið. Já. Og hér gríðarlega íþróttálfar. Þetta var sameinaði það ekki, naflahlaup og hjólreiðakeppnin. Þetta var sikkur hátíðin það ekki? Jú, þetta hefur svona verið svona hér og þar svolítið kannski yfir sumari en þetta hefur svona þjappast saman. Já. Og í framhaldinu af þessu öllu náttúrulega hvolsvöllu.is sem fjölskylduhátíð okkar. Og þá kveikt upp í grillum eða kólum á grillum á miðbæjartúninu. Og fólk kemur með á grillið og það eru svona lokal listamenn sem að koma fram. Já. Og Elli með nikkun og vastar. Þannig að þetta bara rosa skemmtilegu dagur og hátíð hjá okkur. Þetta munu koma fram sigurpúðarnir og gæsahúð? Já, nákvæmlega. Þetta eru svo flotti krakkar. Já. Með alveg frábæri lög og svo erum við með band sem að var sett saman svona í tilefni þess eiginlega og náttúrulega 100 ára kosningamali kvenna og heitir Magnaða Meyjar. Já. Og það alltaf stíga á stokk og syngja eitthvað fram á kvöld og þetta náttúrulega hljómsveit bara skipu konum. Auðvitað. Gríðilega flottum konum hérna á svæðinu. Og ert þú í bandinu? Nei. Það ekki. Ég verði í klappliðinu. Já, frábært. Og síðan bara húlum hæði fram eftir nóttu bara? Já, svo fyrir þá sem vilja? Fyrir þá sem vilja. Nú, svo má líka nefna það, við erum að opna, nýr rekstraðli að opna flotta sveitabúð í Bröggunum á Hvolsvelli. Já. Og það orðið gríðilega flott þar hjá þeim og verða með vörur úr héraði og gott kaffi og svo framvegis. Nú, þá ætlum við líka að opna formlega útiljósmyndasýningu í miðbænum. Já. Þetta
skemmtilegt framtak svona áhugaljósmyndara hérðan 860 pluss vísar í hérna postnúmeri hérna og í dreifbýli, þannig að þetta eru skemmtilega myndir sem að setja skemmtilega svip á miðbæinn og ekki fyrsta skipti sem að þessi sýning sett upp úti? Nei, hún búin að vera nokkur ár líka og vekur mikla eftirtekt. Og síðan sé ég þarna líka að gamlar dráttavélar og bílar keyra frá Króktúni í gegnum bæinn og enda á miðbæjatúninu? Já, þetta er rosa mikil sjarmi að þessu og þeir keyra hérna Hvolsvöll og parkera svo á miðbæjatúninu. Já. Og það geta allir komið og skoða þessa gripi og fengið kannski að setjast inn í einn og einn. Þannig finnst þetta mjög gaman bæði á öllum aldri, íbúum öllum aldri. Já, algjörlega. Þannig að þetta er skemmtilega hátíð sem er framundan og inn á hjólamót.is má skrá sig í keppnina, hjólarakeppnina. Já, inn á hjólamót og þar koma fram mjög ítarlega upplýsingar hvernig skal bera sig að og hvernig þetta virkar allt saman og svo eru líka upplýsingar að finna inn á heimasíðun okkar hvolsvöllur.is og þannig að fólk ætti ekki að vefjast það hvernig þetta virkar. Glæsilegt. Eitthvað að lókum, Guðlaug? Bara allir velkomnir með góða skapið og eigum góða stund saman. Í góða veðrinu? Í góða veðrinu. Að sjálfsögðu. Takk fyrir þetta, Guðlaug, og bara góða skemmtun helgina. Takk sömuleiðis. Takk. Bless.